Skiptir Seðlabankareglan minna máli með lækkandi stýrivöxtum? Stutta svarið já. Vegna þess að því lægri sem stýrivextir verða, því lægri verða íbúðavextir, því lægri sem íbúðavextir verða, því lægri verða afborganir. Þannig að með lækkandi stýrivöxtum þá einfaldlega getur tekið hærra lán fyrir sömu krónutölu en þú gast fyrir til dæmis hálfu ári síðan. Og núna stefnir allt í það að við séum að sigla inn í svona lækkandi stýrivaxtaferli. Það búið að vera nokkra stýrivaxtalækkanir og svona maður gerir kannski ráð fyrir þetta að haldi áfram. Þá rosalega gott að hafa í huga að því lægri sem stýrivextin verða og íbúðalánin þar af leiðandi, því fleiri kaupendur koma inn á markaðinn og því fleiri kaupendur geta ráðið við stærri eignir. Þannig að það má leiða að líkum að það verði fleiri að keppa með eignina þína og mögulega þarf að fara í yfirborð til að tryggja eignina sem hefur ekki þurft að gera fyrir 2-3 mánuði síðan. Þannig ég ráðlegg öllum sem í fasteignahugleikum í dag að skoða hvort það borgi sig að fara inn núna áður en stýrivextir lækki enn frekar og endurfjármagna síðan nýja lánið heldur en að bíða eftir því að það fari 3, 4, 5 að keppa við sömu eignina og þú endur í að þurfa jafnvel að yfirbjóða 2-4 milljónir sem þú hefur ekki þurft að gera annars.